Ég hef lengi verið áhugamaður þessa sögu. Ég hef alinn upp hérna upp í Djúpadal og hafði þetta svið fyrir augunum frá fyrstu tíð og heyrði margar sögur sagðar af atburðum sem hér átti að hafa gerst, draugasögur og alls konar. Það sáust hér, menn sáu hér herklædda menn í fjárhúsi upp í Litladal á síðustu öld. Afi minn sem var fæddur 1863, þegar hann var strákur þá fann hann sverð hérna sunnan við ána, hjá Litladal og honum var skipað að fara með það og setja það á sama stað aftur. Þannig að það var einhver fyrirboða eða einhver eftirkost eftir það, þannig að hann þorði ekki að setja það á sinn stað aftur og síðan hefur það ekki fundist. Eins sáu menn eldglæringa hér niður á Eyrólfum og hérna þannig að það voru alls konar svona skemmtisögur sem að maður heyrði krakki sem að menn höfðu séð í gegnum tíðina. Annað sem að vakti minn áhuga kannski ekki síður var það að faðir minn var fyrir kansir skáld og hérna sögukennari og sögufólki og ég var hjá honum náttúrulega í barnaskóla og ég fékk tækifæri til þess að drekka svolítið í mig söguna og hann hafði sérstakt dálæti á Þórði Kakala. Þannig að hérna, ég hef sannlega bara fengið einhvern forsmekk að mínum áhuga fyrir sögunni þar. En síðan gerist það hérna 2009 að ég fæ þá hugmynd að sviðsetja bardagann. Ég var búinn að hugsa dálítið mikið þetta og spá í þetta. Það væri gaman að sviðsetja bardagann til þess að geta sýnt þetta hvernig fylkingarnar hefðu komið að bardaganum. Og ég hóf þarna handa sumarið 2009 og lauk því vorið eftir að þá var ég búinn að flytja þarna rúmlega 1300 steina sem að tóku svona álíka mikið rými eins og maður myndi taka í fylkingu. Það svolítið loðið hvað það voru margir sem að fjallu þarna en mín niðurstaða var sú að þarna hefðu fallið í það minnsta 111. Það voru 72 úr liði Ásbirninga og 39 úr liði Þórðar eða Sturlunga. Til þess að sýna þennan atburð þá setti ég krossa í steinana fyrir þá sem að fjallu, þannig að það er hægt að sjá það hvað menn fjallu í liðinu og eftir því sem að maður gat elt söguna þá gat maður svona nokkuð séð hvar menn fjallu helst í bardaganum. Það var mikil pæling á bak við þetta og ég reyndi að elta sagnfræðina eftir því sem ég hafði tök á og svo að koma með mína hugmyndir þar sem að sagnfræðina þraut. Þannig að ég tel að þessi sviðsetning þarna sé svona eins nærri raunveruleikanum eins og maður getur hugsað sér að þetta hafi verið.